Fólk endurtekur annars sömu daglegu rútínu sína, borðar og sefur. Þau leggja hart að sér alla ævi til að öðlast auð, heiður og völd, eða bara til að sjá sér farborða. Þau deyja samt öll að lokum. Það sem meira ógnvekjandi en dauði líkamans dómurinn eftir það. Á sama hátt og það liggur fyrir mönnunum eitt sinn að deyja og eftir það að fá sinn dóm. Rétt eins og glæpastarfsemi tekin upp á eftirlitsmyndavélum. Allt sem við gerum á þessari jörð skráð í bækur himinsins. Og hinir dauðu voru dæmdir eftir verkum sínum eins og ritað var í bókunum. Hvort sakborningur sekur og hvaða dómur hann hlýtur fer eftir lögum þessarar jarðar. Á sama hátt samkvæmt Biblíunni ákvarðað hvort einstaklingur fer til himna eða helvítis eftir dauðann. Sérhver hlaut dóm eftir verkum sínum. Og dauðanum og helju var kastað í eldstíkið. Eldstíki hinn annar dauði. Biblían segir að til séu sérstakir einstaklingar sem verða ekki dæmdir sekir. Sælir og heilagir þeir sem eiga hlut í fyrri upprisunni. Yfir þeim hefur hinn annar dauði ekki vald heldur. Hvað eigum við að gera til að eiga hlutdeild í fyrri upprisunni svo við getum forðast dóm og refsingu í eldstíkinu í helvíti? Í Biblíunni sýnir Guð greinilega hvernig við getum tekið þátt í fyrri upprisunni. Sá sem etur hold mitt og drekkur blóð mitt hefur eilíft líf og ég reisi hann upp á efsta degi. Til að eiga hlutdeild í fyrri upprisunni verðum við að eta hold Jesú og drekka blóð hans. Hvernig getum við þá neytt holds Jesú og blóðs hans? Takið og etið, þetta líkami minn. Drekkið allir hér af. Þetta blóð mitt, blóð sáttmálans, úthellt fyrir marga til fyrirgefningar synda. Með því að halda páska nýja sáttmálans neytum við holds Jesú og blóðs hans og öðlumst fyrirgefningu allra synda okkar. Þar sem okkur fyrirgefnar syndir okkar getum við átt hlutdeild í fyrri upprisunni. Allt það jarðneska sem fólk metur mikils gagnslaust fyrir dómstóli Guðs eftir dauðann. Hins vegar það dýrmætt að eiga hlutdeild í fyrri upprisunni. Með því að halda páska nýja sáttmálans sem Jesú stofnaði með holdi sínu og blóði. Það vegna þess að aðeins þeir sem eiga hlutdeild í fyrri upprisunni geta forðast refsingu helvítis. Höldum öll páska hins nýja sáttmála svo að við megum öðlast eilíft líf og lifa í dýrð að eilífu í himnaríki.